Það farið að síga á seinni hlutan hérna hjá okkur í föstudagsþættinum en við verðum þó að tala það að það þetta komin október og það bleikur október að sjálfsögðu en bleika slaufan fór í sölu í dag og hingað til mín komin Eva Óskarsdóttir frá Krabbameinsfélaginu hérna á Akureyri, vertu velkomin. Takk fyrir. Þetta orðið bara svona ómissandi hefð fyrir marga og sko að kaupa bleiku slaufuna og leggja þessu góða málefni lið og auka meðvitund þennan mikilvæga málaflokk og sko þetta orðin ansi mörg ár sem að bleika slaufan hefur verið til að ekki. Jú, sko þetta byrjaði árið 2000. Þá var þetta bara svona einhver lítill borði sem var seldur og árið 2007 þá var fyrsta skipti sem að þetta var gert að meiri svona skartgrip. Já. Og já, þannig að þetta komin ansi langur tími. Já. Og verður alltaf bara flottara og flottara með ári hverju. Já, heldur betur. Þetta akkurat, sko, þetta alveg stór glæsileg. Já, þetta núna hálsmenn, já. Síðustu 2 ár hefur þetta verið hálsmenn og í ár það skartgripahönnurinn Hlín Reykdal sem hannar slaufuna. Þetta alveg einstaklega fallegt. Mjög falleg. Þannig svona ekkert allir sammála, sumir voru svona pínufúlir, þetta var ekki lengur næla, þeir eru búin að vera að safna öllum nælunum, sko. Já. En svona persónulega finnst mér skemmtilega að hafa þetta sem hálsmenn. Já, einmitt, og ég meina það bara gaman að hafa fjölbreytni í þessu líka. Þetta sé ekki alltaf eins. Einmitt. Nei, og hún fór samt í sölu í dag, 1. október, og verður til sölu í október, ekki sant? Í 14 daga. Í 14 daga, já. Þannig ég mæli með að allir nái sér í slaufu sem fyrst. Já. Þegar það raunin bara þetta tímabil sem hún seld. Og hérna, bara betra að vera tímanlega í því heldur en að missa af. Já, svo gæti hún náttúrulega selst upp. Já, og svo það. Það að gera að ná sér í sem fyrst og það hægt að nálgast hana í öllum helstu verslunum á landinu. Já. Þetta 300 sölustæðir. Einmitt. Þetta svona helstu verslanirnar sem hægt að finna hana. Og svo líka hægt að fara inn á bleikaslaufan.is og panta þar. Já. Þannig að fólk ætti ekki að setja það fyrir sig sko að það sé erfitt að nálgast hana. Nei. Þetta ætti ekki að fara fram hjá neinum. Nei. Einmitt. Og við bara hvetjum alla til þess að gera það sem fyrst til að vera örugg með þetta. Og þetta náttúrulega bara hluti af sko hérna að starfinu, þetta náttúrulega dálítið partur af starfinu hjá ykkur, ekki satt? Jú, í Krabbameinsfélaginu. Algjörlega. Þetta rosa stór mánuður hjá okkur, þessi bleiki október. Og það sem sagt hérna svona slagorð sem fylgir yfirleitt hverri herferð og í ár það vertu til. Já. Og það svona svolítið margþætt meining í því. Já. Það svona bæði beint bara til okkar persónulega að muna að vera til njóta lífsins. Það eru 850 konur sem greinast á Íslandi á hverju ári með krabbamein. Já. Þannig að öllum líkindum þekki maður einhvern sem lendir í þessu einhvern tímann. Já. Þannig að þetta líka svona beint til okkar hinna að vera til staðar fyrir þann sem lendir í þessu. Það ýmislegt sem við getum gert bara sem vinur eða kunningi eða vinnufélagi. Já. Og svo þetta líka bara svona áminning frá Krabbameinsfélögunum að við erum til staðar fyrir ykkur. Já. Þannig að þetta teikar í ansi mörg box og margslungið og margþætt. Já, algjörlega. Það náttúrulega heilmikið starf sem unnið nú í þessum mánuði en svo bara yfir veturinn og í kringum árið og svo hvað helst á döfinni hjá ykkur, Krabbameinsfélaginu? Það bara loksins ýmislegt á döfinni. COVID hefur sett svolítið stórt strik í starfsemina hjá okkur. Því að okkar hópur oft ónæmisbældur og hefur þurft að halda sig mikið heima. Já. Þannig að við erum svona bjartari tímar núna og við erum svona loksins að fara af stað með alls konar hópastarf og námskeið og ýmislegt. Og það einmitt, við vorum að gefa út haustdagskrána okkar sem í bleiku dagskránu hjá hann 4. Já. Þannig ég hvet alla til þess að kíkja í hana og sjá hvað í boði hjá okkur. Kynna sér málin. Já, það eru bæði kvenna- og karlahópar sem hittast einu sinni í viku. Já. Svo leshópur sem hittast einu sinni í mánuði og við erum með núna einmitt í október
svona pínu kvenna tengt þema. Mhm. Þannig að við verðum með snyrtinámskeið fyrir konur sem eru í meðferð og fyrir lestra tengda þessum málefnum Já, og ýmislegt fleira. Þannig það verður mikið um dýrðir. að já, má maður segja það. Já, frábært. Og svo þetta eru dekudagarnir hérna á Akureyri helgina. Já, núna helgina. Það verður mikil gleði og Já. mikið um að vera. Og við verðum með kynningabása í Sentru og Glerártorgi Já, sem verðum að kynna okkar starfsemi. já. Þetta er pínur kannski svo uppskýruhátíð líka, er það ekki? Jú, algjörlega. Að það já, og gaman að finna væntanlega allan þennan velvilja sem út í samfélaginu. Ekkert smá, bara það starf sem að Inga og Vilborg með dekudagana að gera, náttúrulega bara algjörlega ómetanlegt fyrir félag eins og okkar. Já, Það sem að við erum bara rekin á styrkjum frá félögum og almenning já. og reyndar KÍ, Krabbameinsfélag Íslands. Mhm. Þannig að svona viðburði þar sem að við rauninni þurfum ekki að gera neitt Nei. og það er sjá alla vinnuna er bara algjörlega ómetanlegt fyrir okkur. Afskaplega þakklátt og við Mjög. þetta hvetjum alla til þess að leggja sitt á vogarskálarnar, bæði kaupa bleiku slaufuna en líka taka þátt í söfnuninni hjá dekudögunum Já. og það er hægt að styðja með margvíslum hætti. Alls konar í boði. Já, þannig að þetta er mjög spennandi og svo hvetjum þetta fólk bara til þess að kynna sér dagskrána hjá ykkur Já, endilega. og taka þátt og bara kæra þakki fyrir að koma henni í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu. Takk fyrir mig.